Hingað kominn Gísli Gíslason og við ætlum að tala rafbíla og þar af leiðandi orkumál og fleira. Þú ert með félag sem að þú kennir við 2012. Já. Ég spyr bara, hvers vegna er það 2012? Já, þegar við byrjuðum að skoða þetta verkefni að kanna hvort það væri ekki hægt að rafbíla við Ísland sem allir voru að tala og væri búið að skrifa margar greinar þetta sé frábært og eigi að gera við nýta okkar íslensku orku og allt það. Að þá hugsaðum við okkur að setja okkur eitthvað markmið og í staðinn fyrir að setja okkur markmið til 2030 eitthvað svo þá ákváðum við bara fyrir árið 2012, fyrir árslok 2012 þá myndum við reyna að breyta þenni hugsunarhætti fólks og setja upp sérstakt kerfi þar sem við getum hlaðið bílina þína í kringum all landið og við myndum ljúka því sem sagt 2012 og að þá myndum við eiga raunhæft val að þú getur valið annarkvæmt bensínbíl eða rafmagnsbíl og við ætlum að reyna að ná þeim árangri. Þið ætlum að reyna að ná þessu markmiði? Já. Þetta svona dálítið hátt markmið. Já, það þarf að setja markmiðin há. Annars það ekki markmið. En sko, ég hef oft velt þessu fyrir mig því ég er að keyra á bensínbíl út landið og eyði mikil orku að við erum ennþá með sömu tækni í grunn og búinn og höfum verið í meira en 100 ár. Það er alveg rétt. Á sama tíma var við búin til rafmagnsvél í bíla. Já. En bensíni hafði yfirhöndina og þá voru batterín líka ekki nógu góð en nú eru þau orðin nógu góð. Og eru batterín orðin nógu góð? Já, nú erum við við fluttum nú inn einn bíl núna til að sýna og það er bíl sem að vísu svolítið dýr, það er líka sportbíl og hann fer 460 km á hleðslunni og það tekur mig 4 tíma hlaðan bara inn í bílskúr. Hann getur farið til Akureyrar á hleðslunni? Já. Og við stefnum að því að setja upp kerfið þar sem við getum hlaðið bílina þína hvar sem í kringum landið. Við erum að ganga frá núna samstarfssamningu við flest sveitafélögin á landinu að þau komi með okkur í uppbygginguna sem mun taka 5 ár. Og þá munum við setja upp líka svokallar hraðhleðslustöðvar sem gera það að verkum að þú getur hlaðið bílinn kannski 80% á 10 mínútum. Og þá farið þau bara inn að pulsu á Akureyri og heldur svo bara áfram. Já, en sko vandamálið hefur nú kannski lengi verið svo að batterín ekki nógu góð. Það er búið að leysa það. Nú bara er verið að fara að framleiða þau og þau verða 20% betra hverju ári. Það er búið að vera. Þegar ég pantaði bílinn, hennan fyrsta rafbíl sem við tókum inn, þá var mér sagt að það myndi fara rúmlega 300 km á hleðslunni. En þegar ég fekk bílinn, hann var búið að setja nýjustu tæknin, þá var ég að fara 460 km. En þið ætlaði að fara að framleiða batteri líka? Já, við erum núna í samstarfi við kínverska aðila sem eru með 12 stórar verksmiðjur í Kína sem eru að framleiða lithium-ion batteri. Þetta er Thunder Sky. Þeir eru, sem sagt, vilja setja upp verksmiðju hér á Íslandi því að þeir áttu þessu því batteri eru búin til þannig að það þarf að hita upp plöturnar og það er gert með gufu og þeir eru bara að brenna kol þar. Og síðan þarf að hlaða batterín það er að hita upp og kæla þau niður, þessar þynnur, allt upp í 20 sinnum og svo þarf að hlaða svo batterín, full hlaða þau kannski 15 sinnum. Og þetta kostar miklu orku og einn svona verksmiðja í Kína er að nota 250 megawatt. Þeir áætla það að ef við getum nýtt þessar gufu sem við erum að eiga hér, sem er ekki verið að nota í raun og veru, þá þyrftur ekki meira en kannski 50 megawatt af rafmagni. Því að getum nota gufuna restina. Og stefnan er svo að þessu Kínverjar eiga stærsta hluta náttúrulega í þessari verksmiðju sem alltaf að setja upp hér og við erum búin að stofna fyrirtæki, Volcanic Batteries og erum að reyna að finna hentuga staði þar sem við getum nýtt gufu og ef að svona verksmiðja sett upp í fullri stærð þá er þetta vinna fyrir 300 manns og við erum komið með þá sérstakar stöð að við erum farin að framleiða batteri í rafbíla sem gerir það að verkum að það eru nokkur þessi stóru fyrirtæki og smærri sem eru að framleiða bíla. Þeir eru að leita líka samsetningarstöðum eða sem búið til að setja upp verksmiðjur fyrir samsetningar á bílum einhvers staðar í Evrópu og þeir eru að leita líka stöðum þar sem það getur fengið græna orku í að búa til rafbíluna því að þeir vilja láta þetta haldast í hendur. Þannig að ég held við ef við færum okkur skrefi þá getum við náða að byggja hendur upp iðnað sem engum hefur dottið í hug fyrir einhverjum árum. Bílaiðnað á Íslandi? Þess vegna. Já, en svo er náttúrulega spurningin með kostnaðinn. Hvað, fyrst af því eru bílarnir nú ódýrir til að fólk vilji kaupa þá og svo er spurningin með hvað erum við að spara í varðandi orkuna? Já, í fyrsta lagi þá til dæmis með bílana. Rafbílar hafa verið dýrir undanfarið en við eigum nú samt sem að mjög góða embættismenn
á landinu og það búið að breyta hérna ýmsu. Það til dæmis engin tollar og vörugjöld af rafbílum sem gerir það verkum að þeir eru samkeppnishæfari og ef að vaskurinn, virðisaukaskatturinn fer líka af bílunum, þá getum við vonandi á næstu 2-3 árum boðið upp á rafbíla sem verða sambærilegir í verði og jafnvel lægri í verði en venjulegir samsvarandi bensínbílar. Og þá það raun og veru bara hugurinn hjá þér sem að segir treysti mig til að fá mér rafmagnsbíl og keyra til Akureyrar fyrir 200-300 krónur eða ætla ég að halda áfram að taka bensínbíl. Og þetta bara eitthvað sem þetta gerir fyrir og bensínbíl með stóra vél með mörgum hreyfanlegum hlutum, allt upp í 1100 hluti. Aftur á móti rafbílinn með vél sem lítil og með 4 hreyfanlega hluti og engin gírkassi og ekkert pústurur og svo náttúrulega spilum við gríðarlegan gjaldeyri. En hvað kostar að fylla Fylla bílinn? Sko, raunverulega við varum búin að setja upp kerfi, segjum það. Við varum búin að setja upp kerfi bara þar sem við getum hlaðið bílinn hvar sem við heima hjá þér og út allan bæ. Að þá hefur verið reiknað út að venjuleg fjölskyldubíl, hann eyðir svona 5.000 krónum á ári. 5.000 krónum á ári? Já. Í orku? Í orku. Og við eigum náttúrulega alveg frábært kerfi hérna. Við erum með mjög kerfi sem við erum búin að byggja upp til að dreifa rafmagninu, eitt af því best í heiminum. Og ef allir leggjast á eitt og fara bara í þetta verkefni, þá gætum við auðveldlega að skipta út öllum bensínbílum og hætta að kaupa olíu frá útlöndum. Og við erum að vissu það verið að gera fullt af góðum hluti hérna. Það verið að reyna að nota metan og annað, en náttúrulega þó þess að brenna metani sem mjög gott, það frábært, það eitthvað sem við getum búið til sjálfir og hjálpar okkur í að losna við bensínið. En þá ertu ennþá að nota stóru vélarnar, þú ert að nota gírkassana og þú þarft alla þessa varahluti og viðgerðir og allt. Við teljum sko að rafmagnsbíl, og það vísindalega sannað, viðhald á svona bíl dettur niður 2/3 sem þýðir sko gjaldeyrisbærnaðir í varahlutum og allavega vinnu, óþarfa vinnu, setja sko olíu á bílinn reglulega og allt þetta, skilur við. En ertu að tala að skipta út bara öllum bílaflotanum? Já, það verður á endanum gert. Já. Það alveg ljóst. Og það bara spurning hversu fljótt við viljum fara í verkefnið, hversu fljótt við viljum fara að nota þessu orkusvegum. Það talað sko allur bílaflotinn þurfi, ef við myndum skipta honum alveg bara yfir einni nóttu, þá þyrftum við kannski 50 megawatt til að keyra allan flotan. Og það bara til í kerfinu hjá okkur. Flesti myndum bara hlaða heima á kvöldin, skilur við, og næturnar. En nú erum við náttúrulega sko, ég held að sumum finnist þetta líka kannski ekki nú svona kallmannlegt sko, að vera á bensínbíl með öfluga vél og svona einhvern veginn sem gefur frá sér þessi hljóð og allt þetta. En þetta skemmtilegi bílar? Þetta bara skemmtilegasta upplifun sko, en þú þarft að pröfa hana. Þetta allt öðruvísi að keyra svona bíl. Þó þú sért að keyra kannski á 40 og gefur í, þá færðu sama kraft bara þegar þú byrjaðir. Þú færðu alltaf allan kraftinn strax. Allur kraftur ekki, já það ekki eins og þetta, Nei, bensínvélin að vinna þetta upp. Og þannig að hann rosalegur í spynninni. Já, eins og þessi sportbíl sem við erum með, hann sko 3,7 sekúndur í 100 km hraða. Og það ekkert sko, ég er með eitt stóran svona sportbíl líka, það Porsche, skilur, sem stórri vél og mikið af hestöflum. Og fyrstu 100 metrana þá tekur Teslan hann í spynninni sko. Og það búið að pröfa þetta. En við erum náttúrulega í heimi sem sko svo mikið stjórnað af olíu að olíufélög í heiminum, við skulum kannski ekki vera að tala neitt illa þau þannig séð, en þau hafa náttúrulega verið mjög treg og sem að stjórna vissuleyti heimskapitalismanum mjög treg í því að skiljanlega. Það gefur auga leið, þú reynir að passa upp á þitt og vilt ekki að neinu sé breytt og halda bara horfum að græða. Við erum, sko það sem við erum hins vegar að gera, við erum bara að sína að það er hérna einn möguleiki sem þú átt. Þú getur sko, við erum ekki eins og að tala um sko útblástur, mengunina sem við sleppum við. Við getum alveg sko orðið flottasta land í heimi einu sinni enn og kannski á réttum forsendum núna. En með því að sko sína bara við erum að náttúrulega sko við erum að hita húsin okkar upp með hérna heitu vatni og rafmagnið allt gert úr hérna endurnýjanlegri orku. Þannig að ef við bara losum okkur bílaflota líka og hættum að menga þannig, þá erum við orðin svolítið flott held ég. Og það myndi vera, augu heimsins myndi beinast að okkur. Og ég veit að ég búinn að vera út af þessu verkefni að þvælast út allan heim. Ég var að koma bara úr flugferð nr. 69 í gær frá Spáni, að sko útlendingum, þeim finnst þetta mjög spennandi. Og það bara það að þetta verkefni sem við erum að kynna, við ætlum að klára það árið 2012, árslok 2012, það gerir það að verkum að þeir sem eru að framleiða bíla og framleiða staura og öll þessi kerfi,
þeir líta hingað og þeir segja ef þið geti gert þetta þá það frábært, þetta besta sem við getum komið fyrir okkur að íta þessu máli áfram. Við ætlum að reyna, það bara svoleiðis. Við erum að hreyfa okkur sko. Já, þetta spennandi Gísli. Takk fyrir að koma í þátt.